Þyristor og ég spyr ykkur Hábrids. Ég er búinn að fara í þetta með ykkur áður. Þetta er svolítið bras að skilja, ekki kannski beint að skilja þetta, en að því við höfum haft skópið hér yfir og ef þið eru með rás, þar sem þið hafið peru hérna og rofa hér og hérna er plús og svo því þið hefur voltmæli hér yfir, voltmælinn yfir rofan, sko þegar það er opinn rofinn, þá mælið þið fulla spennu við mælinn. Svo þegar þið lokið rofanum, þá mælið þið enga spennu, þá logar ljósið. Og þetta hefur farið öfugt í marga, af hverju ég hef ekki voltmælinn hér yfir, en það er ekki hægt að því ég er með skóp hérna líka og þá þarf ég aðra jörð og það gengur ekki. Þannig að ef ég er með jörðina hér, þá verð ég að hafa annan própinn hérna, þá hefur við haft skópið hér og hitt skópið hérna. Hinn skóp nr. 2, próp nr. 2 hér. Og þá hefur við verið að skoða þessar tvær myndir. Og þá gerist þetta að þegar að þið hafið bylgju á skópinu, þá er rofinn opinn. Svo þegar rofinn lokar, þá sem sagt træjakið þannig að hann leiðir bara plúsinn, þá fáið þið flatt þar sem plúsinn er, þetta er óbreytt, ekkert notað, svo flatt og allt og svona, þannig að þetta fáið þið á skópið þegar rofinn er lokaður. Þyristor er díóða sem þið getið kveikt á með því að setja smá plús á geitið og þið áttu ykkur að því að hérna við hvern núllpunkt hérna, hér rennur engin straumur, hér er slökkt á perunni, og kolli og við þurfum alltaf að gefa nýjan kveikipúls fyrir hvert plús. Af því að þetta er díóðan sem stýr svona, þá getum við bara hleypt plúsnum í gegn, bara þessari bylgju og þessari bylgju. Og svo getum við með því að breyta spennunni hérna inn á eða senkir inn eitthvað, þá getum við beðið með að kveikja á henni og þá er það svona dimmer. Þá myndum við fá hérna, það byrjar hún að koma hérna upp bara eðlilega ekkert notuð og svo kemur allt í hérna niður og hér er ljós. Og hérna verður það eins hérna, hún byrjar að koma bara eðlilega upp og svo allt í hérna kveikjum við og þá er ljós hér. Og ég veit ekki alveg hvernig ég spyr ykkur á prófinu, en það er allavega á YouTube-inu mínu, þar heitir eitt viðfangsefnið Þyristor Træjak og það væri þá bara hægt að finna svörin þar. Það er örugglega eitthvað að benda á hvar ljósið er á skópinu eða hvernig hann vinnur og einhverja spurningar, leiðir hann plús og mínus eða kolli. Það segir að Þyristor er díóða, bara svona díóða. Nú leiðir díóða alltaf plúsinn, hérna ef hún er díóða. Svo er búið að setja svona stýrirásinn á hann, þannig að þið þurfa að kveikja á honum fyrir hvert plús, þið getið ekki slökkt á honum. Þegar þið byrjaði að leiða, þó að takið geitið í burtu, þá er hann bara eitthvað díóða, bara leiðir á fullu. Svo yfir nulli þá hættir hann að leiða og fer ekki að stað aftur fyrir þið setja púls inn á geitið. Þið þurfa alltaf að setja hann á stað við hvert plús. Og træjak, hann er bara eins og tveir þyristorar, þá bara hinn snýr þá hinsegin, bara svona, hérna, það er bara svona og geitið var bara tengdina sama svona, hérna. Þannig að hann leiðir þá báða púlsana, bæði plús og mínus. Þá heitir hann træjak, svona gæi heitir træjak. Og þetta er dálítið notað í dimmerum og mótorstýringum. Þetta er mjög lélegt í mótorstýringum af því að nútíða mótorstýringar breyta tíðninni 50, 70, 100 eða 30 fara rólega af stað og svo bara breyta tíðninni. En hérna erum við að breyta aflinu inn á mótorinn með því að setja bara hlutabylgjunni inn og það gengur alveg svona, þú veist, svona up to a point. En þetta virkar fínt sem dimmerar upp á það minnkar bara orkuna í perunni, bara hálfbylgjan og hálfbylgjan, þá bara kemur helmingi minna ljós og kolli. Þannig að þetta er það sem við erum sagt við ykkur Þyristor og Træjaka, hvernig þeir virka. MOSFETinn, hann er transistor, alveg eins og gamli transistorinn okkar BJ10 hérna, svona. Þessi er straumstýrður
hér fara inn, segjum bara 2 milliampere, einhver mögnun í honum og hérna kannski 100 milliampere, þá verður mögnunin 50, þá verður 50 í honum, sem hérna. Í geitinum, nei hérna í MOSFET-num á geitinu er engin straumur. I er jafnt og 0, alltaf. Það kemur spenna í þetta, svo ég bara hérna bara plus 2 volt hérna og þá draga þau upp rafeindir hingað að geitinu, hingað undir og hér myndast leiðandi kanall frá drain yfir á source, skuldurinn heita gate, drain og source og þá kemur leiðni hér á milli en það fór engin rafeind inn í, hér mælið enga straum, aldrei. Bara rafsviði sem fer það niður og næri rafeindirnar hérna upp og þá er hér leiðin á milli. Það eru til 2 aðra myndir af þessu, það er að segja jóðfettin er teiknaður svona og demósfettin sem er aldrei notaður eiginlega, hann er teiknaður svona, en sjáu þið, hér getið þið farið með pennanum, hérna er heil lína hérna á milli og heil lína hér, þessi leiða alltaf, þið þurfum að gefa þeim mínuspennu, svo er hægt að leiða, en hérna sjáu þið, hér er gat á milli, þannig að pennin kemst ekki og þess vegna þarf þessi þarf sem sagt að fá þessi leiðir ekki nema að fá skipunum það, þessi leiða alltaf og þið þurfa að fá skipunum að hætta að leiða. Það er munurinn á MOSFET og þetta verði jóðfett hérna, jóðfett og þetta verði demósfett. Þannig að þeir sem sagt jóðfett, demósfett leiða venjulega alltaf, þeirra línuritt er sem sagt er væri þá sem sagt svona, hér er sem sagt 0 spenna á milli, hérna, það er að segja, ef þetta er skamhleypt hérna, 0 á milli, þá leiða þeir og þetta er jóðfettin og demósfettin hann fer bara aðeins, leiðir aðeins meira fyrir gegn hérna, en þessi við 0 spennu hérna á milli gate og, hér er UGS, spenna á milli gate og source, hérna á milli, þegar það er 0 hérna á milli, sem bara hérna, svona 17 á milli, engin straumur. Við plus 2 volt cirka, þá byrjar hann að leiða hérna. Þá er hann búinn að ná í rafeindir, búið til kanal hérna og byrjar að leiða hér. Þannig að það koma einhverjar spurningar eða einhvað svona MOSFET-in, en þið hafið nóga tími í þetta, getið farið á YouTube mitt og fundið ykkur á kollakolli. Þetta verður ekkert, ég er ekkert að fara að kvelja ykkur neitt. Bara áttu ykkur á því að MOSFET-arnir allir eru spennustýrðir, þessi gamli er straumstýrður. Þess vegna er þetta notað miklu meir í dag, miklu minna afl sem þarf á þá og þeir eru mikið notaðir sem rofar. Þeir eru ekkert mjög heppilegir í að magna línulega, það er magna jafnt í báðir áttir. Af því að þeir fara svo hratt af stað að leiða, þeir eru svona eins og annarsveitiskúrfa, eins og þessi hér, meðan þessi hérna þessi gamli hérna er eiginlega bara svona línulegur, 1 ampere inn, 2 eitthvað í gegn og helmingi meira inn, helmingi meira í gegn. Hérna er spennustýrður og 2 meiri spenna er bara sko miklu meira í gegn, 10 meira í gegn. Þetta er svona annarsveitiskúrfa sem er í MOSFET-inu. Þannig að þetta er trikk að, já, maður er að finna þá eitthvað bút hérna til að nota sem magnara og hérna, en hann er miklu effektífari, hann þarf mikið minna rafmagn til að vinna og því að það fer ekki rafmagn inn í hann. Þannig að MOSFET-in spennustýrður, BOT-in gamli, straumstýrður og mest notað sem rofi og svo þriðja atriði sem ég ætla að fara yfir með ykkur núna, að það er hybrid-sinn. Það er bara af því að það er praktískt fyrir ykkur að þekkja hybrids. Það þýðir bara að það eru 4 rofar hérna og hérna á milli er einhver hlutur, hérna er þetta mótor. Þetta er snúningsáttastiftir, þessi mynd hér. Og þá sem sagt, sem þessi hér sé lokaður, það er alltaf lokaður, þessi 2 lokaðir eða þessi 2 hér. Ég finnst þau verið svona og svona og svona, þetta. Og svo þá snýst mótorinn í, þetta er bara DC-mótor, þetta er típisk rás fyrir rúðu upphalara í bílnum ykkar. Svo lokið þið hinum gæðanum hérna, þessum teim hérna, þessum hér, svona og svona, þessi eru opnir og það er taumurinn í hinn áttina.
og þá snýst mótorinn við og snýr í hinn áttina. Þetta er hábrits sem snúningsáttaskiptir. Ef við nú skoðum hábrits eins og hann notaður gríðarlega mikið í það sem kallað inverter, þá notum við hábrits til að búa til tíðni. Til dæmis allar mótorstýringar, eða flestar, eru með hábrits. Og þá erum við með rofa, svona MOSFET, þess að við erum að kenna ykkur þennan MOSFET. Þá hérna væri þá MOSFET, svona, og hér er bara forva á spenni, og hér er MOSFET, þetta eru rofarnir hérna, þessi MOSFET hérna, og hérna MOSFET, þetta eru þessi rofar. Hér er bara gate, svona og svona og svona, og hérna, og hér er bara plus 24 volt sem dæmi, DC, bara batteri hér, fullt af batteripakki hérna, eða búið til díspennan með því að afriða og regulatorm og kvottakoti. Og hér er síðan eftirvefðarspennum, hérna, svona, og hér er bara einhverjir punktar út hérna. Nú getum við með þessu hæglega búið til 220 volt. Þetta eru bara rofar hérna, þetta er bara svona rofi, þetta er bara svona rofi, þetta er bara svona rofi og þetta er bara svona rofi hérna, svona rofi. MOSFET-in getur lokað og opnað mjög hratt, mörg miljón sinnum á sekúndu bara. Og það heitir Pulse Width Modulation, með því að það er að segja, ef hann er lítið, ef hann er bara lokaður augnablik, það kemur bara svona smá spækur hérna, gerum þetta á hérna, tikk, og spennan sem byggist upp er lág. Ef hann er lokaður hans lengur, þá fer meiri strömmur gegnum forvafið og þá fá það hans hærri spennu út. Og smáttur, þetta er byggt, ef hérna fann að sýnisbylgja, þá byggjust hann upp í svona þrepum og hérna væri þá sko lengur opið og hérna væri þá lengst opið. Og hérna við nullið hérna væri minnst opið, minnst saman hérna og þá hægir hana. Þetta er kallað Pulse Width Modulation. Það er að segja lengur lokaður verður hærri spenna, minna lokaður verður lægri spenna. Og svona bara klamlaðir og þeir eru tölvustýrðir, gateið fer bara, þetta er bara 4 gate, fara inn á einhverja tölvurás sem er búið að forrita. Og það er búið að segja þessum inverter eða þessu rás hvað hann er að gera. Segjum hann er búið 220 volt, þá bara veit hún hérna forvafið hérna vindiskullallið og hún bara býr til hérna út 220 volt. Og þetta er notað mikið í UPS-um eða UPS-um til að búið til vararafmagn, en hún getur líka verið mótorstýring og þá myndu við forvandið þannig að hún myndi kannski byrja að búið til svona segjum bara 20 rið, svo 30, 40, 50 og kannski upp í 50 rið eða 100 rið eða hvað á sem þessi mótor á að fá til að snúast á fullu og þá er hún að breyta tíðninni. Þessi hábreytt getur nefnilega bæði breyta hæðinni og tíðninni. Veltu bara spennunum hérna, hvað spennurinn leyfir hvað fara í háa hæð. Þannig að þið munu koma að hábreytsum, eða komum bara í iðnaðarumhverfi, rennibekkur, færibandi mótor, eitthvað, mótorstýringar á þessu, MOSFET-ar sem er rofar yfirleitt, eða IGBT-ar, það er að segja svona rofi, er oft líka búinn til úr rás sem heitir IGBT og þá er það MOSFET hérna, svona, og hann er tengdur í gamaldags transistor og það er þá svona og svona og þetta er svona og svona hérna. 3 skaut hérna, þetta er gate, þetta er bara kollektor, þetta er bara emitter. Hér er búið að blanda saman MOSFET sem inngangsstigi, þetta er gate, tekur engan straum, bara spennu og svo er það með power transistor hér sem hann stýrir. Og þetta heitir IGBT, Isolated Gate Bipolar Transistor. Einangrað gate, 2 skauta transistor, þessi gömlu. Og IGBT-ar eru algengir sem komponentar hér. Þetta er oft svona eins og bara svona kubbur með 3 skrúum, 1 er kollektorinn, gateið og emitterinn. Þetta eru öflugir, geta leitt kannski 1000 volt svona kubbur, 100 ampere sem dæmi. Þetta eru öflug kvikindi
og eru notaðir sem svona afstýringar, til dæmis í hábreytsum, til að búa til einhverja tíðni út. Ég myndi ykkur að það væri komið kapal til Skotlands frá Íslandi, þá myndum við breyta AC-unu í DC og flytja það með DC til Skotlands og svo væri það svona stór hábreyt sem myndi að hakka það niður svona og búa til AC inn á Skotland. 220 volt 50 rið. Þetta heitir áriðill. Þegar við notum hann til að búa til AC, þá heitir hann áriðill og þetta heitir stuðnings áttaskiptir. Hvorutveggja hábreyts, notaði svona sitt í sitt hvoru aðstafanum.